nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda biðjum. Himneski Guð og Faðir, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpa oss að syrgja ekki eins og þau sem ekki hafa von. Hjálpa oss að sigrast á óttanum við dauðan, í öruggri von upprisu og eilíft líf. Lát oss vera minnug þess að þú telur daga vora, svo að við megum öðlast viturt hjarta fyrir trún á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í hans nafni. Amen. Heyrum heilagt orð í Davíðssálmum ritað. Þeir sem fórum hafið á skipum og ráku verslun á hinum miklu höfum sáu verk Drottins og dásemdarverk hans á djúpinu. Því hann bauð og þá kom stormviðri sem hóf upp öldur hafsins. Þeir hófust til himins, hnigu í djúpið og þeim félst hugur í háskóm. Þá hrópuðu þeir til Drottins í neyðsinni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra. Hann breytti storminum í blíðan blæ og öldur hafsins lægði. Þeir glöddust þegar þær kyrrðust og hann leiddi þá til þeirrar hafnar sem þeir þráðu. Amen. Og heyrum einnig þessi orð Páls postula. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá á efsta degi munum við sjá augliti til auglitis.
Nú þekking mín í molum, en þá mun ég gjörþekkja, eins og ég sjálfur gjörþekktur orðinn. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Amen. Skulum rísa á fætur og hlýða á heilagt Guðspjall, sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús fór út í þann bátinn Símon átti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi, settist og tók að kenna mannfjöldunum úr bátnum. Þegar Kristur hafði lokið ræðu sinni, sagði hann við Símon: Legg þú út á djúpið og leggið net ykkar til fiskjar. Símon svaraði: Meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið. En fyrst þú segir það, skal ég leggja netin. Nú gerðu þeir svo og fengu þeir þá mikinn fjölda fiska, en net þeirra tók að rifna. Bentu þeir þá félögum sínum og hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo nær voru sokknir. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér, Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hér saman komin til að fylgja til moldar Grétari Þórðarsyni. Það er við hæfi þegar hann er kvaddur að staldra við þessi orð postulans úr opinberunarbókinni. Og ég heyrði rödd af himni sem sagði: Rita þú, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu, því að verk þeirra fylgja þeim. Grétar Þórðarson var hæglátur maður, dagfarsprúður, ekki maður hinna mörgu orða, en verk hans lofa hann. Hann var farsæll skipstjóri og stýrimaður. Þeir sem voru með honum til sjós tala að hann hafi verið góður skipsfélagi og yfirmaður. Grétar tók þátt í margvíslegum félagsstörfum þar sem hann lét gott af sér leiða. Með ljúmennsku sinni og dugnaði kom hann svo mörgu til leiðar. Hann var yndislegur eiginmaður, faðir og afi. Verkin lofa hér vænan mann. Og þetta er dregið hér fram vegna þess að við lifum á öld þar sem rafræn samskipti orð og myndir verða sífellt stærri hluti af lífi okkar. En það kemur ekkert í staðinn fyrir gott og vel unnið verk. Verk okkar, athafnir og framganga segja svo miklu meira en langar ræður. Og gott samfélag er þar sem fólk gerir og framkvæmir góða hluti. Jesús segir sögu af 2 sonum. Annar þeirra lofar að hjálpa föður sínum út á akrinum, en gerir svo ekkert. Hinn neitar föður sínum í fyrstu, vill ekki hjálpa, en sér sig svo hönd og fer út á akurinn að vinna með föður sínum. Dæmisagan minnir okkur á að ef verk og efndir fylgja ekki orðum okkar, þá eru orðin marklaus. Grétar Þórðarson var maður orða sinna. Ef hann sagðist ætla að gera eitthvað, þá stóð hann við það. Hann var gegnumheill og góður maður og þess vegna lofa verk hans. Verkin lofa vænan mann. Saga okkar hefst í Brekkuhúsinu í Hnífsdal. Þann 15. febrúar árið 1939 fæddist þar drengur. Hann var vatni ausinn og gefið nafnið Grétar. Móðir hans var Kristjana Hjartardóttir. Hún hafði kynnst manni fyrir sunnan, Þórði Bogasyni, og átt með honum stutt ástarævintýri. Grétar var fæddur í húsinu hjá ömmu og afa, þeim Margréti Kristjönu Þorsteinsdóttur og Hirti Guðmundsyni, og þar ólst hann upp. Þegar móðir hans Kristjana fór svo að búa með Karli Sigurðssyni í Hnífsdal, þá gátu amma og afi ekki séð af þessum sólargeisla af heimilinu. Þau vildu hafa hann áfram hjá sér. Þannig eru ömmur og afar, þau elska barnabörnin sín. Grétar átti í raun mjög mörg systkini. Það voru í fyrsta lagi hálfsystkini hans á móðurinni. Það er börn Kristjönu og Karls. Elstur þeirra var Ásgeir Kristján, svo Guðrún Jóakims, Hjördís, Sigríður Ingibjörg og Halldóra. Svo voru það hálfsystkini hans af föðurnum sem hann kynntist síðar. Það eru þau Bogi Þórðarson og Bryndís Þórðardóttir. Og þriðji systkinahópurinn voru svo uppeldissystkini hans. Þannig var að Inga móðursystir Grétars bjó í Brekkuhúsinu með sín börn og börn hennar, þau Ingigerður og Hjörtur Friðriksbörn, voru á líkum aldri og Grétar og hann lék sér mikið með þeim.
Grétar gekk í barnaskólann í Hnífsdal sem var hinum megin við ána sem rennur eftir dalnum miðjum. Þarna voru 2 skólastofur, yngri og eldri deild. Grétar var á sínu lokaári í skólanum. Þann 27. febrúar 1953 gerðist sá einstæði atburður að sterkur vindsveipur kom ofan hlíðina og feykti skólahúsinu um koll. Timbur og glerbrot lágu eins og hráviði út um allt og nokkur barnanna slösuðust. Næsta vetur var Grétar í héraðsskólanum á Núpi við Dýrafjörð sem var heimavistarskóli með miklu félagslífi. Máltækið segir að snemma beygist krókurinn. Grétar byrjaði sína sjómennsku sem smástrákur. Hann fór með hirti afa sínum á árabát út á djúpið að veiða fisk. Það var spennandi iðja því það er gaman að veiða í soðið. Seinna meir átti Grétar eftir að gera hið sama með sínum barnabörnum. Grétar hafði til að bera það sem góður veiðimaður þarf að hafa. Hann var þolinmóður og úrræðagóður. Ekki aðeins fangaði hann fisk, heima í dalnum fangaði hann dúfur og var með dúfnahóp í litlum kofa. Það kom því ekki á óvart að Grétar skyldi leggja fyrir sig sjómennsku. Hann fór suður í stýrimannaskólann og þá bjó hann hjá Þórði Bogasyni föður sínum, sem var reyndar vélstjóri. Hann útskrifaðist með skipstjórnarréttindi árið 1959. Grétar var lengi til sjós. Hann var á Sólborginni, síðan á ýmsum skipum Norðurtangans, en lengst af var hann stýrimaður hjá Herði Guðbjartssyni á Guðbjarti IS-16. Það var einmitt áhöfnin á Guðbjarti sem skoraði á Vigdísi Finnbogadóttur að bjóða sig fram til forseta Íslands. Grétar tók virkan þátt í kosningabaráttunni því hann ók Vigdísi hér milli staða fyrir vestan til að halda fundi og hitta fólk. En þeirra er kærleikurinn mestur, segir postulinn. Ástin er sterkasta afl lífsins og hún sameinar 2 einstaklinga. Það var á dansleik hér á Ísafirði sem Grétar bauð fallegri dökkhærðri stúlku að dansa við sig. Dansinn og samtalið og eftir var það ævilöngu ástarsambandi. Stúlkan var Katrín Bjarney Jónsdóttir. Þau Kata og Grétar trúlofuðu sig á verslunarmannahelginni 1960 og á gamlársdag sama ár gengu þau í heilagt hjónaband. Þau byrjuðu að búa heima hjá foreldrum Katrínar í Fjarðarstræti 15. Og sumarið eftir bar ást þeirra ávöxt þegar þau eignuðu soninn Hjört. Það er stór stund að halda á sínu eigin barni í fanginu. Og þá er maður með fangið fullt af hamingju og vonum. Að sama skapi er engin sorg jafn sár og sú að missa barn. Þau Katrín og Grétar mistu barn. Það var drengur sem fæddist andvana og hvílir hér í kirkjugarðinum. En svo brosti sólin á ný við ungu hjónunum þegar þeim fæddist 3. sonurinn í ársbyrjun 1965. Hann var skírður Jón Ásbjörn. Katrín og Grétar voru þá farin að búa í eigin íbúð upp á Engjavegi 33. Veturinn eftir áttu uppeldissystir Grétars, Ingigerður Friðriksdóttir, von á barni. Hún fékk að gista heima hjá Grétari og Kötu á meðan hún beið fæðingar. Og svo nótt eina í miklu aftakaveðri, þegar bærinn var á kafi í snjó og allt ófært, þá komu fæðingarhríðirnar. Og það þurfti að koma Ingigerð á sjúkrahúsið. Og þá gerði Grétar það sem hann hlýtur einhver tíma hafa gert í æsku sinni, að hann setti Ingigerð á sleð eða snjóþotu og dró hann af stað. Skaflarnir voru svo miklir að Grétar ætlaði varla sjálfur að komast í gegnum þá og var hann þó stór maður. Þannig að sums staðar lyfti hann snjóþotunu upp og ýtti henni og systur sinni yfir skaflana.
og á sjúkrahúsið komust þau og barnið fæddist og allt gekk vel. Ingigerður gat ekki verið hér í dag, en hún kveður uppeldisbróður sinn með söknuði og þakkar samferðina í lífinu. Eins eru samúðarkveðjur frá Davíð Atla Oddssyni. Þau Grétar og Katrín reistu sér hús upp á Urðarvegi 32 sem þeir fluttu inn í rétt fyrir jólin 1972. Þar ólu þau upp drengina sína. Ég ætla að segja aðeins frá þeim og þeirra fólki. Hjörtur er rekstrarhagfræðingur og hann er kvæntur Helgu Jóhannesdóttur hjúkrunarfræðingi. Þau eiga 4 börn. Jóhannes, Hildi, Grétar Örn og Katrínu Viktoríu. Jón Ásbjörn var netagerðarmeistari. Hann eignaði soninn Aron Gunnar með Ingu Vigdísi Einarsdóttur og dótturina Rebekku Lind með Svandísi Guðmundsdóttur. Jón Ásbjörn lést árið 2014 eftir baráttu við illvígan sjúkdóm. Eftir farsælan sjómannsferil fór Grétar að vinna í landi. 60 gerðist hann forstöðumaður á Hlíf, þjónustu íbúðum eldri borgara á Torfnesi, og barnabörnin mun eftir Grétari afa sínum í þessu hlutverki, því hann gat opnað fyrir þau búðina sem þá var á Hlíf og afgreitt þau nammi. Enda þótt Grétar væri hæglætismaður, þá var hann í augum barnabarna sinna maður mikilla ævintýra. Hann var afinn sem fór með þau á skíði á Ísafirði í páskavikunni þegar húsið á Urðarvegi var fullt af gestum, og hann afi hafði ekki bara verið sjómaður, heldur hafði hann líka verið með flugpróf og verið að fljúga. En mesta ævintýrið var samt að heimsækja af og ömmu út í Flatey. Þannig var að afi Grétars Bogi hafði verið með verslun í Flatey, bogabúð. Grétar og Þórður faðir hans og systkinin gerðu upp húsið og notuðu það síðan sem sumarhús. Í Flatey var Grétar með stóran rauðan Pioneer plastbát með utanborðsmótor sem hann hafði gefið nafnið Aflabrestur. Á þessum báti fór Grétar iðulega með barnabörnin sín út að veiða á stöng eða handfæri, og stundum fengu líka börn nágrannanna að fljóta með. Bogabúð var sumarparadísin þeirra Grétars og Kötu. Ég flyt hér hugheilar samúðarkveðjur frá Hilmari Þór Bjarnasyni og fjölskyldu og frá Bjarna Sigurjóns með þakklæti fyrir fisk og fuglaveiðar á Breiðafirðinum, fyrir kaffi, mat og spjall. Grétar tók virkan þátt í félagsmálum. Hann lét sig varða hagsmuni sjómanna og sat í stjórn skipstjóra og stýrimannafélagsins Bylgjunnar á Ísafirði og var gjaldkeri félagsins í áratugi. Þá var Grétar í Oddfellow. Bræður úr Oddfellow-reglunni standa hér heiðursvörð við kistuna. Að lokinni þessari athöfn bjóða aðstandendur til erfidrykkju í sal Oddfellow. Þá sat Grétar í stjórn félags eldri borgara Ísafjarðar og nágrennis. Hann var formaður félagsins í 8 ár, stóð þá fyrir bingóum, ferðalögum og öðrum uppákomum og skemmtunum. Ég flyt hér kveðju frá félagi eldri borgara með þakklæti fyrir vel unnin störf. Eins eru samúðarkveðjur frá Sigrún Kamilu Halldórsdóttur. Hjartans samúðarkveðjur eru frá Hafdísi Veru Emilsdóttur og fjölskyldu. Að morgni sjómannadags þá mætti Grétar iðulega til guðsþjónustu út í Hnífsdalskapellu. Hann söng með sjómannakórnum og las ritningalestur, textann sem ég las hér í upphafi. Síðan hélt hann á fána meðan gengið var út í Hnífsdalskirkjugarð, þar sem lagður var blómsveigur að minnismerki sjómanna. Grétar hafði ástæðu til að taka þátt í athöfn, þar sem látinna sjómanna var minnst. Hálfbróðir hans, Ásgeir Kristján Karlsson, fórst 25 ára gamall
ásamt fleiri mönnum í sjóðróðri rétt fyrir jólin 1966. Sjórinn hefur margan góðan manninn tekið frá okkur og þess vegna höldum við hátíðlegan sjómannadaginn. Óblíð öfl náttúrunnar hafa stundum leikið okkur Vestfirðinga grátt. Árið 1910 féll til dæmis stórt snjóflóð á Hnífsdal og banaði mörgum, að þar á meðal var langamma Grétars. Grétar var alinn upp við það að fólk ætti að bera harm sinn í hljóði. Það var talið til marks karlmennsku að þegja og bíta á jaxlinn og halda áfram með lífið. En sorgir gleymast ekki. Hin mesta hamingju og hin dýpsta sorg, þetta tvennt lifir ávallt í hugum okkar. Og þegar Grétar var orðinn hrumur og veikburða, þegar hann fann hann átti ekki langt eftir ólifað, þá hugsaði hann til drengsins sem hann og Kata höfðu eignast andvana fæddan. Hér áður fyrr voru slík leiði ekki merkt. En Grétar taldi sig vita nokkurn veginn hvar staðurinn væri. Og þegar leiði var fundið þá var útbúinn skjöldur sem sonur hans kom fyrir í garðinu. En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Grétar var góður eiginmaður. Hann hugsaði vel konu sína, Katrínu Bjarneyju Jónsdóttur. Hann stóð við hlið Katrínar í veikindum hennar. Katrín Bjarney kvaddi þennan heim vorið 2019. Grétar tregaði konu sína mjög. Það erfitt þegar hjón hafa búið lengi saman að standa svo uppi einn. Grétar flutti þjónustu íbúð á Hlíf og hann gætti þess að hafa alltaf eitthvað fyrir stafni. Á hverjum degi voru einhver verkefni sem hann setti sér fyrir. Og hann komst þannig í gegnum tímabil sorgar og viðbrigða. Svo naut Grétar þess að vera á Hlíf, að geta setið þar og spjalla við samferðarfólk. Já, og svo stofnuðu hann og Sæmi málari saman gönguhóp sem fór iðulega í gönguferðir hér á Eyrinni. Nú heyrum við ekki lengur fótatak þeirra, en minningarnar lifa og minningar eru dýrmætar. Grétar Þórðarson lést á 4. sjúkrahúsi Ísafjarðar þann 20. maí síðastliðinn. Hann fékk hægt og friðsamt andlát og ástvinir hans voru hjá honum. Þegar Grétar leit yfir farinn lífsveg, þá gat hann verið sáttur við vegferð sína. Sáttur við það sem hann gerði og lætur eftir sig. Ég hef átt gott líf, sagði hann. Kista Grétars verður í lok athafnar flutt inn í Réttarhólskirkjugarð. Þar verður hann lagður til hinstu hvílu við hlið konunnar sem hann elskaði. Það táknrænt fyrir þá trú okkar að í eilífðinni séu ástvinir saman á ný. Það sárt að missa ástvin, föður eða afa, því þá eins og hluti að veröld okkar sé numin á brott. Þegar við stöndum á eftir á grafarbakkanum og signum yfir kistuna hans Grétars, þá ættum við að hugsa til orða postulans. Sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu frá hvíld frá erfiði sínu, því að verk þeirra fylgja þeim. Það er ekki til meiri gæfa í lífinu en það að hafa lifað langt og gott líf, eignast fjölskyldu og afkomendur, skapað minningar sem lifa áfram með þeim. Hafa komið mörgu í verk, ferðast heiminn, hlegið og gantast og notið þess að veiða fisk og lunda, siglt blíðan sjó með vinum sínum. Það er ekki til betra líf en þetta. Og svona líf átti hann Grétar Þórðarson. Við þökkum fyrir ævi hans, þökkum fyrir samferð með góðum manni, föður og afa. Við þökkum Guði fyrir allt það góða hér í heimi og segjum: dýrð sé Guði,
Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Guð Faðir í himnaríki, miskunn á þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunn á þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunn á þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar lýð þínum, Ísrael. Við skulum biðja. Þér þökkum þér algóði Guð og eilífi Faðir fyrir ljósið sem við og skín frá Drottni vorum og frelsara og heilugu orði hans. Veit oss náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans draumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Grétar Þórðarson frá þrautum og veitt honum hvíld. Ver þú náðugur þeim sem líf hans var tengt ástúðarböndum. Helga þú að blessa minningar þeirra allra og varveit þau á vegum þínum. Við leggjum allt í þínar hendur, kæri Guð, og við segjum öll saman að hjarta: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesú sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Grétar Þórðarson af jörðu, ertu kominn? Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Hér við skiljumst og hittast munum og fegins degi fyrra. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líf er lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist.